Ási, hvað geturðu sagt okkur lið Fenix frá Toulouse? Já, við erum búin að skoða 3 leiki með þeim í haust. Þeir hafa spilað 6 leiki, 1 bikarleik og 5 í deild og unnið alla leikina og þetta mjög sterkt lið, eðlilega. Þeir eru búin að vinna fyrstu 5 í frönsku deildinni en spila sterkan varnarleik, háa bakverði, 6-0 vörn sem samt hvað maður segja, mjög virk, háir bakverðir, góður að stela boltan og góður að setja í svona óþægilega stöðu, þannig að það eru svona hlutir sem við þurfum aðeins og við erum búin að fara yfir hvernig við ætlum að koma þeim aðeins aftar og koma í veg fyrir að síðan ná að hóta okkur og ná aðeins að einangra maður og mann eða fá 2 og 2 stöðu og svona stöðu sem við viljum fá upp sko, svo þannig að við erum svona með ákveðna hugmyndi hvernig við ætlum að gera það og búin að fara yfir það á æfingu og þetta er svo mikið ósvipa nema kannski stærri og hraustari leikmenn heldur við ofta eiga við heima að einhverju leiti allavega þristarnir og þeir sem spila fyrir miðri vörn eru mjög fljóti fram og kasta hiklaust í fyrsta tempo og svo koma eins og hlaupa vel í seinni bylgjunni svo varst þú búin að biðja að fá sjá nokkra sóknir með þannig að svona sóknarlega eru þeir hafa verið að skora mikið af mörkum en sóknarleikurinn hvað maður segja, það sem við höfum skoðað effektífur, þeir stilla upp í að rosalega tempóskipti í byrjun, þeir eru að setja kerfið í gang að þá eru yfirleitt konin í færi á skömmu tíma, þannig að við þurfum að ná að mæta þið vel, vera sterkir við að mæta fyrstu árásinni hjá þeim vel og láta það spila lengur og lengur átökuti ná mikið fríkostum í almennu fríkostum í byrjun svona við erum búin að fara nokkuð vel yfir það þannig að ég ætla að sýna þér svona 3 sóknir og svona hluti sem þeir hafa verið að spila svolítið í þessum fyrstu leikjum hérna er að spila bara hefðbundna hotnaleysingun hotnamaðurinn kemur með blokk á fjarkan og fer inn, við þurfum að klára þessari blokk með ekki láta blokk okkur svo hinum með frá að spila þetta hefðbundnar frábær skot hjá honum þetta er hörku skotmaður og ef við förum aðeins yfir þeir eru með örfenda leikmann þessi er enda að spila minna heldur en hinn örfendi leikmaðurinn sem var sérst að klippa eftir var í Partisan-liðinu sem við mættum í fyrra hann var besti leikmaður sem við mættum í Evrópukeppni í fyrra var góður í leiknum í kriganum við þurfum að mæta honum vel þeir eru með 2 góða miðjumenn Spánveri og Svía og svo vinstri skytturnar það er Portugali og Þjóðveri sem eru aðalega að spila og þetta var Þjóðverinn sem átti skotið náðan og hann á aftur núna er hörku leikmaður þannig að þetta eru svona ætla að sýna annað sem fari í 2-falda klippingu þetta er svona dæmið sjá við þessum 3 sóknum sem voru áðan hvað eru fljótir að slúta og eru fljótir að koma sér í góð færi aftur kemur klipping aftur og beint upp á skoti við þurfum að ná að mæta þessu miklu betur heldur en þeir eru að gera þarna þetta lið og fá það til að spila boltanu lengra og ná í góð fríkost og svona láta það vera að skjóta þessu skotum í kontakt þannig að eða þá á góða við viljum fá það sem við náum að hjálpa Danna og Birki í markinu og sjá með eitt í viðbót er að spila langan sem er vinsalt klippa skýttuna tilbaka og sjá hann er komin í gott skotfæri frábært og svo er hann með blokk hér og þeir eru mjög mikið að fara út fyrir blokkinu á fjarkan þessi línumenn eru góðir og öflugir að blokka þannig að mun reyna mikið á varnarmann okkar hér fjarkan okkar á morgun eitthvað meira sem þú vilt sjá? Já, það er bara augljóst að verkefnið er verðugt og ungt lið okkar þarf að eiga sín allra besta dag. Já, það er alveg ljóst. Við þurfum svolítið að mæta þeim. Við erum að mæta atvinnumönnum á morgun, hörkuliði og við þurfum að mæta þeim með kassan úti og henda öllu svo við eigum á gólfið. Það er alveg ljóst, annars ferði ekki neitt í þessu. Finna hvar línan liggur hjá dómurunum og annað. Þannig að það verður gaman fyrir og við erum að njóta þess að spila í Evrópu og fullt af ungu strákur sem fá tækifæri á morgun sem eru búin að vera að spila í deildinni sem eru að spila sem fyrsta Evrópuleik og
og það verður gaman að sjá hvernig þeir takast á við það og frábært tækifæri fyrir þá. Og svo aðeins gaman að því að þessi strákar eru ekki bara lærlíkað þínir í handboltaliðinu, heldur líka í skóla sem hverjir. Ertu að fylgjast með heimanáminu hérna úti? Maður þarf að fylgjast með þeim í skólanum líka. Gassa og Ómar allavega, þeir eru hjá mér í annari umsjónarkennan hinnum hjá í tölfræði hjá mér. Það er að Gassi standi sér í tölfræðinu líka svo á vellinum. Glæsilegt. Gangi vel á morgun. Takk.